Nú ætlum við aðeins að skoða blandnar tölur og óeiginleg brot. Blandin tala er sem sagt heil tala og brot og óeiginlegt brot getur verið það sama, það er að segja sama talan, nema þá skrifum við það sem brot sem er þá stærra en 1. Við skulum skoða dæmi, til dæmis brotið 2 og 1/3 er blandin tala, heil tala og brot. Við skrifum það svona eða jafnvel svona. Báðir þessi rithættir eru eins. En óeiginlega brotið væri, þá myndum við taka þessa 2 heilu og bæta þeim inn í brotið. Bæta semst 2 við 3/3 og þá fengjum við 7/3. En þetta hér og þetta hér er jafn mikið. Hver stór hluti myndana er litaður, þá þurfum við fyrst að velta því fyrir okkur og í raun eigum við að svara þessu þannig hver stór hluti af einni mynd er litaður. Hverri mynd hérna er skipt upp í 2 parta, er það ekki? Og þá skrifum við þetta sem öðru parta, svo bara klárum við að skipta öllum myndunum í 2 parta. Og þetta er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 öðru partar. Og þegar það stendur ekki skilið tölunni sem blandinni tölu eða óeiginlegu broti, þá megið þið velja. Þetta eru 7 aðrir eða 3 heilir og hálfur, 3 og hálfur. Þetta er bæði sem sagt rétt. Hér er búið að skipta hverri mynd í 4 parta og nú þurfum við að telja. Við erum með 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Við erum með 6 4 parta. Og það gætu við skrifa líka, og við sjáum í raun að þessi hérna, hann passar hér í það ekki. Þannig að við erum með 1 og hálfan hérna. En á hvaða formi við skilum þessu breytum ekki alveg öllu. Breytu í óeiginlegt brot, þá þurfum við að læra ákveðna aðferð og það er að bæta við 3 sinnum 2 aðrir. Þessi tala bæði upp og niðri. Þetta þýðir í raun að við erum með pluss 2 aðrir pluss 2 aðrir pluss hálfur. Og því munið, þegar við leggjum saman brot, þá leggjum við, þegar það er sami nafnar alls staðar, þá leggjum við bara það sem er upp á strikinu og fáum út hérna 7 aðrir. En ég ætla að kenna ykkur aðra aðferð. Þetta er raun bara til þess að sýna ykkur hvernig þetta virkar. Þetta er allt og seinlegt ef við þurfum alltaf að gera þetta. Þess vegna gerum við 2 sinnum 3, þá fáum við þetta hér, er það ekki? Pluss þetta hér. Og þá fáum við 7 aðrir. Þannig við prófum þetta hér, sinnum og pluss. 7 sinnum 5 er 35, pluss þessi eini er 36, 7. Sama hérna, sinnum og pluss. 2 sinnum 9 eru 18, pluss þessi 7, það eru 25, 9. Breyti í blandna tölu. Þá þurfum við að finna út hversu oft getum við tekið 4/4 út. Og þá þurfum við í raun að spá hvað geti oft tekið 4 af 13. Það er 3 sinnum. Það er 12, þá er eftir 1/4. Hversu oft geti tekið 8 út úr 36. Það er 4 sinnum. Þá er þetta 4 heilir. 4 sinnum 8 er 32. Þá er eftir 4. Hversu oft geti ég tekið 2 af 17? Það er 8 sinnum og þá er 1 eftir. Hérna þurfum við að finna út hvort er stærra. Þá þurfum við, hér erum við annars vegar með óeiginleg brot, hins vegar blandna tölur. Það er erfitt að bera það saman, eitt og sér. Síðan til þess að leysa þá þurfum við að breyta þessu í aðra áttina. Oftast er betra að breyta þessu í óeiginlegt brot, þannig að við skulum byrja á að breyta þessu í óeiginlegt brot. Við munum við gerir sinnum og pluss. 10, 7 og 8, 5. Það er erfitt að sjá hvor er stærri. Ef við að prófa að fara í hina áttina, að skrifa, breyta þessu í heila tölu og brot. Þetta er þá 1 og 3 5. Og því munum þetta var 1 og 3 7. Nú sjáum við að við erum komið með tölur sem eru svolítið líkari.
bæði með 1 og 1, þannig að það breytir engu. 3/5 og 3/7. Þá sjáum við að þetta hér er minna. Það er að segja, þetta hér er minna, þetta er stærra. Vegna þess að hér er búið að skipta þessu bara í 5 parta, en hér í 7. Þannig að það er búið að skipta þessu í fleiri parta hérna og við erum með 3 báðum megin. Þá erum við með minna hérna megin. Skulum taka hitt, breytum þessu í óeiginlegt brot, sinnum 1 + 2, við fáum 7/5 og 7/5. Þetta er jafn stórt.